Jæja, Halló. velkomin í mömmulífið. Oh my god, season 2. Season 2, ég trúi þess ekki, ég er smá svona bara, ég er búin að vera svona fiðring í maganum bara, þú veist, Já. eiginlega í bara síðan við hættum að taka. Mér finnst líka bara svo skrítið að, veist, við erum með til nýju stúdíói. Já. Veistu, þetta er svo, og fólk sér okkur núna, við ætlum að vera í mynd fyrir ykkur. Hæ, hæ. Það voru alveg margir sem báðu með það, kom mér á Já. óvart, eða kom okkur báðu með það óvart, sko. Já, mjög Því að svona. ég persónulega horfi ekki, þú veist, Nei, skilurðu, einmitt. en það er samt alveg óvinnu margir, var eitthvað vinkona þín, hún Já, setur alltaf bara í Ína. Ína var bara, hvar get ég horft á þetta? Því að hún setur bara YouTube Já. og svo er hún bara að þrífa eða Mér eitthvað, finnst það samt svo, ég skilða það svo skilja ógeðslega vel. Að líka, þú veist, oft þegar poppar upp mynd hjá mér þegar ég var til að hlusta á hérna Call Her Daddy með Megan Fox. Já. Vídeóið þá, nei, það var gott viðtal, sko. Horfir á allt? Ég horfði á allt, sko. Ok. Og hérna, ég elska hana, sko. Hún er alveg geggjur, Elska, hún er svo klár. Hún er ógeðslega klár, hún er líka svo ríl og svona, greinilega bara svona ótrúlega svona heilstift. Já. Þótt hún lúkkaði ekki fyrir að ég veit alveg því miður. Ég vildi ekki, ég sagði við Ástur, ég pæli, ég vildi aldrei neina hverja. En ég var alveg svona, hvað er í gangi? Eða, þú veist, Nei, hún er bara doing her thing. Já, ána með hana samt. Já. Bara you do you. En já, þá var hann svona mynd, skilur, og þá var ég bara eitthvað, fann mig, þú veist, horfa á það, skilur, Já, þú veist, já, án þess að já. svona gera það eitthvað oft, en mér fannst það ekki þetta. Já, það var Þannig líka, að núna sjá allir, mér svo fyndið, ég er alltaf að Já, hvað dissa, ég er alltaf að dissa tölvuna. Ég hef eitthvað á mótinu, ég finnst það Ég ekki veit að, leðilegt. ég skil, ég var alltaf með Mac, svo bara fór ég þessa, en mér finnst þessi Hún er bara ógeðslega svo næs. stór. Ég veit að mér langar sko í Mac, það er svona, en svo er ég samt svona, fattur mér Mac stundur svona að vera aðeins, þú veist, það er að flækja hlutina stundum, mammalegi, guys, bara hafa þetta aðeins, þetta var ekki svona ógeðslega flókið. Þannig þetta er, ég er svo eitthvað svona, Þeir sem eru að horfa í mynd allavega geta séð þá hversu stór og hún sé ekki ógeðslega skít og krakkarna alltaf eitthvað aesthetically pleasing þess að talva. líka ekki að gerum ekki segjast það þetta Ástæður sko, ok, ég er með ykkur með þig talvæn, eða talvæn já, bara, það er ógeðslega gott Ég bilast. en já, við erum í nýja stúdíu við erum í Já. Good stúdíuinu Já. sem er geggja, vá, ég fekk alltaf eitthvað svona ískur yfir en okkar óþægilegt en útidúr, þið sem eru að horfa því sjáum við vera svona, takk í eyrun þess að segja þetta finnst þér ekki svona meðvita núna þú veist, Þetta er aðeins öðruvísi. Já, þetta er aðeins öðruvísi því að núna maður bara, ok, fólk getur líka horft þannig, já, en já, við erum sem sagt í Good stúdíónu sem er náttúrulega bara einn af okkar Samstarfsaðilum. Já, Þetta er geðveikt og við erum bara þetta hérna er bara trillt. fengum að hérna við erum í herbyggi hérna og búin að setja upp nýjar gardínur Gardínur frá IKEA Frá og fórum í IKEA. IKEA og græjum sko, þau græjum allt, þetta er bara motta, borð stólar og komma já, þetta er sama borð að við vorum með síðast, þannig að við erum mjög ánægðar og það var gott sko, því að Já, talar hennar Guðrún og það er náttúrulega pláss sko. ég var líka bara, ég er það ógeðslega mikið pláss þessi tölva en Þannig að nú við er þurfum allir borð. sem eru ekki að horfa ok, ég verð að fara að kíkja á þess að ljóti tölvu sko. Nei, en við fengum, þetta er líka bara ógeðslega klassist ringborð sko. Já, þetta er Svo gott fengum við stöf. okkur, ég veit ekki hvort að þessi, en við fengum geggja mottu þessi Já, er þetta þessi alveg er fluffy. sko. Við settum líka inn hérna svona kostningavótin á Instagram og það voru flestir sem völdu þessa mottu. Ég sá það, ég var líka alveg bara vákvæðir ánað, þau eru greinilega alveg bara svona með sama pælingar Þau eru með sama smekk á Já, Instagram. og Það þessi er gardinu líka minnst að flottar, ég sagði þetta Ástrós, þetta er svona myrka tjöld, það eru mjög flottar. við eigum svona eftir að gufa þér en Já, þannig gata verið. Já, þetta er svona skárra, það er aðeins búin að hanga, þetta var mest að skýta mig. Já, oh Þetta my er svo god. fyndir sagaskóta því að við fengum ótrúlega góða hjálp frá okkar bestu mönnum, Eið og Arnari, sem Já. hjálpuðu okkur að hengja gardinu og þetta var eitthvað svona, hún var alltaf langt uppi og svo færðu hann niður bara með einhverju keðjum, þetta er mjög fyndið sko. Já. En þetta lukkar ógeðslega vel. Já. Þetta er bara geðveikt sko. Það sér enginn efst upp þannig að Nei, það er enginn Bara við. Já, en bara geggja þannig við erum mættar hér og við erum mjög spenntar fyrir þessa seríu sko. Já, ég er sko svo spennt. Ég held að þetta, Já, að leiða fólki að heyra bara svona, við erum með alls konar svona viðmælandi sem okkur langar að fá og tala alls konar hluti sem við vorum svona eitthvað
fórum inn á svolítið kannski í fyrstu séri líka, vorum eitthvað svona mjög mikið að tala um hvað okkur langaði að gera. En kannski að fara í svona, hvað erum við búin að vera að gera? Já, hvað erum við búin að gera? Það er mánuð síðan, já. Að því að heyrði í okkur, við náttúrulega fórum hana bara út að borða og það var geggjað. Það var geðveikt, þannig það var ótrúlega næs. Við ákváðum að fagna og svo fórum við beint bara að undirbúa seríu 2. Já. Þannig við fórum ekki eiginlega í frí. Sérstaklega þegar við vorum að skipta staðsetningu og svona. Og margt sem það er að pæli, sko. Já. Það er bara, ég held að bara... Við fórum í myndatöku. Fengum nýtt logo. Hvað finnst ykkur? Já, hvað finnst ykkur? Við erum svo ánægð með þetta. Af því að hitt var svona, við skrifum það bara sjálfar í einhverju fonti, skiljum við. Það var svo geggja að fá Katlu til að gera... Katla Tómasar, geggja flott. Og líka bara... vantar grafískan hönnu, það bara... Líka hún skildi alveg hvað við vorum að pæla. Já, ég kann að meta það. Það er svo gott að vera bara svona... Já, að vera alveg bara svona að segja nákvæmlega, hún vissi hvað við vildum og hún setti það líka á, þú veist, nýja cover okkar, svo ógeðslega vel og þetta var svona, þetta er aðeins meira svona professional, skilur við vorum aðeins meira prónuna. Já, þannig við tókum þetta alla leið, bara fengum grafískan hönnu, fórum í myndatöku, Hildigunnur, besta, tók myndir. Já. Ótrúlega, ef eitthvað vantar myndatöku svona fjölskyldu, hún já, það er svo sem hún tók myndir af Nóru fyrir Mjólin. Ég gaf allir mynd Mjólin. Það var hún 10 mánuða, núna er hún sko 15, þannig að það er komin tími að fara, mér langar svo að fara með hann aftur, mér langar svo að eiga svona, það væri svo gaman að eiga svona, þú veist, alltaf myndatökur kannski með eitthvað svona hálsárs millibili. Það er ógeðslega margir sem gera það. Það? Já. Mér finnst það ótrúlega skemmtilegt, sko. Ég ætla að gera það og svo bara, ég veit ekki, fór í 6 mánuða með Áslaugu, fór síðan þegar hún var reynda á 2 ára, þú veist, hún var alltaf svona COVID, þannig COVID baby. Já, það var bara engin bara, ég ætla ekki að koma að taka myndir, eða veist, það var bara engin, en mér finnst það ógeðslega gaman, ég ætla með, sko, að fara í myndatöku kannski sumar eða eitthvað. Það var ekki cute. Úti líka. Já, það er geggjað, sko. En við fórum svo að í myndatöku, vorum að hangklæði og sloppa frá IKEA og þetta var ógeðslega fyndið, sko. Og svo vorum við líka í kápunum frá Andri, sem þú ert í núna með þess að? Ég er í núna. Þeir sem er að horfa. Þetta er svo mikið peace, sko. Þetta er ángríns, ég mæli svo mikið með og hún er alveg með marga liti. Ég fíla það svo mikið. Ég á 2, sko, hana. Heyrðu, ég ætla líka að rósa þér. Mér finnst sko Ástrós hún er svo sjúklega tuglega á Instagram, ég er svo ánægð með þig og á TikTok og bara vera að sína outfit og bara, því að Ástrós er alltaf bara on point í outfitum, sko. Don't make me blush. Þannig mér finnst það svo gaman, sko. Já, mér finnst skemmtilegt að vera með svona outfit. Ég setti mitt svona April fit. Já, mér finnst það svo geggjað. Það var svo geggjað viðbröð og ég hugsa, ég ætla að gera þetta eitthvað svona bara mánaðarlega, bara svona alltaf svona ég myndi gera það, sko, í gegnum mánuðin, það er ógeðslega gaman og svo er ég reyndar alltaf að bíða eftir, ég sagði við það væri svo gaman að myndi gera svona hvernig á að pósa svona því að þú ert alveg mjög flinki, sko, hún er alveg í það að við vorum í myndatökunni þá bara, Hildigunnur er eitthvað verið svona Ástrós sagði eina alvarlega og ég get ekki verið alvarlega ég verið svo kjánaleg ef ég ætla að reyna að vera eitthvað svona eitthvað en þannig það er líka gaman og líka, sko, þá er ég ekki meira að pósa þannig eitthvað svona reið ég meina það er bara svona posing for Instagram. Já, mér finnst það, ég elska það var einu vinkonum mér sem líka ekki ein bara, alveg nokkra sem hafa verið bara Ástrós með námskeið, ég bara nei, þú veist, stopp kannski, ég veit ekki en ég veit ekki, allavega það er búið að segja þetta, sko, að koma með eitthvað svona þú veist, hvernig þú setja feedið og pósa á þess að vera eitthvað með eitthvað svona að því, þú veist, það geta allir, þú veist, find your angles og eitthvað svona pósur sem virka og eitthvað, sko. Ég held að það sé líka bara vera eitthvað svona model, skilur og þú veist, æfattari, maður er ekki, eins og hefur ekki séð módel og svo fyndi, Adam er nefnilega hann er alltaf svona model boy og það er svo fyndið þegar maður taka myndir og ég held að nennur að vera kjur þetta er ekki mynd að taka nei, sko, ég hefur séð módel pósa þau held að eru alltaf og bara svona, þau eru bara á ferðinni allan tíman og ég eitthvað this is for the gram bara stay still þetta er ógeðslega fyndið þegar þau fara í svona gýr og ég sá líka einu svona vinkonum mína sem er módel og einmitt byrjaði bara og ég var bara, wow,
þetta virkar alveg, Já. skilur stundum en þú veist, þegar maður ekki með kannski kameru í eitthvað sem svona er að klikka sem bara svona hérna skilur og líka þú vilt kannski ekki eiga 1000 myndir af Adam eitthvað þegar við nóru Nei, þetta er svona þegar við erum að taka saman, skilur, og er ég bara stundum svona Já, en þetta er sko, ég hef líka Ógeðslega fyndið. sko, ég var alveg farið í nokkra myndatöku en það er aðalega allt bara eitthvað svona en það er sko, ljósmyndarar vilja skilur, þeir eru bara þú veist, ég er búin að læra, þú átt bara að vera reyna já. sem mest því að þeir vilja bara drita þannig ég skilja, en ég er ekki í svona móteltökum en þú veist það samt, þau vilja vera svona brosa hérna, horfðu upp Já, eitthvað, já, þú veist, þetta er vilja svona- þeir vilja alls konar svona. Já, að það hafa En hann já. er alltaf bara á fullri ferð sko. Já. Var ég búin að segja að hann ætlar að krúnuraka sig? Oh my god, hann verður svona, það er samt svona, er það ekki smá í tísku núna? Eða what? Jú, kannski, ef einhverja fleiri eiga menn sem er að Það er samt, ég af fæ bara hverju svona kemur error. þetta alltaf upp? Ég veit Þú veist, að þeir fá þetta strákar, að þeir fá þetta alltaf. Já. Ég var að tala um vinkurum minn einmitt daginn og hún bara eitthvað, hann leit út eins og bara sjúklingur. Ég ætla ekki að, þú veist, skilur. það Og ég var bara eitthvað, wow, ok. Það er hræðilegt fælti vera nýbúin og krúnuraka bara, þú veist þessu sjúkling það er aldrei að versta Þú getur ekki gert í þessu, sko. En ég sagði reyndar, ok, það er svona, hann verður alveg talar á sumrin og eitthvað svona, ég og þarf líka bara, hann er dökkur, þannig hárið hans verður en ég þarf bara að make the best of it, því hann er bara búin að ákveða sig. en já, er hann búin að ákveða sig? Já, já, hann er bara Ó. bókaðan tíma og bara, it's happening. Oh my god, byrju, getur þú ekki bara nei, þú færi það guð, hann yrði sko alveg skafaður þá, sko, ég myndi fokka sig eitthvað. shit, ég gerði eins Ég og er ekki svona típa sem að getur klift sig heima, hefur ekki heyrt að margar eru Já, svona já, eitthvað særa sig og já, eitthvað ég svona er ekki þannig sko ég veit bara að ég myndi gera eitthvað vitlaust og klippa eitthvað. ég myndi bara, Fyrst. ég hef nefnilega gert það við Steinar sko, það var hræðilegt Já. ég misti tök á rakvélni fór alltaf langt hann var bara með svona línu upp og það var svo mondi sko því hann var alveg bara svona hann var bara þetta er svo mondi, þetta var í vorum eitthvað svona hann var bara nefnir aðeins að snirta eða Já. eitthvað og ég sneri myndaðalinni vitlaust og hérna já, og hún fór bara af stað því að þær eru náttúrulega svona og ég bara svona zim, bara upp og hann alveg kom við alveg bara svona, taktu mynda þessu og ég var alveg reynda að taka ekki svona góða mynd þannig að þú veist, að lukkaði Það er betur að segja ekki já, hversu ég veit ekki að það er slæmt og ég var bara En fórstu þá bara, var hann bara alveg sköllóttur eða hvað? já, bara með línu Og áttur að feita já, eða? ég átti eitthvað svona, nei, ég átti að snirsta eitthvað, þeir sem er að hálfkustu, þið viti hvað ég er að meina átti að snúa rakvélni hins eginn og svona snirsta þannig að væri svona næs Já, svona fíkjörna kött. niðri, já. En fórstu bara upp rannstu eða? Já, þetta er kraftmikið, þetta er bara rann, ég gerði þetta bara svo, þetta var hræðilega, hann fór bara, veist, hann fór bara Fór í að fílu. gráta? Nei, en hann fór alveg svona í fílu, sko. Eðlilega. Við vorum að leiðin í blá lóni, hann bara, ég get ekki farið, ég bara, Augljóslega ekki, ég væri- bara, hvað er að það þér? Ég er bara, embarrassing. Ég hef bara að gráta, en við náum ekki að laga þetta og þetta var eitthvað svona, oh my god, þetta var hræðilegt, en ég gera það ekki, en ég klipp alveg sterkur. Þannig að farið kannski bara á stofu Já, ég held að sé sniðara. Já, en fyrir Adam. ef strákar ekki samt, er Adam ekki þannig, fyrir alltaf í klippingu þegar hann hefði átt að fyrir klippingu fyrir svona 2 vikum. Jú, Ég get það ekki. Hvað er minnst alla vinkonum hennar kannast þetta sem eiga, þú ég er alltaf að segja þarftu ekki að vera í klippingu já, Af því að mér svo fyndið, ég svo teki alltaf dæmi af því að hérna Raggi sem er hérna vinur mér á Árbænum, hann er svona típa sem er alltaf með pantaðan tíma bara 2 vegna fresti já, sniður. og ég er alltaf bara, þetta er sniðugasta bara Já. af hverju, og ég er alltaf bara ég tek þetta dæmi aftur og aftur og aftur, ég bara sjá, en að gera bara svona, af því Já. að honum langar alveg í klippingu, Já. sko, þetta þarf bara pínu að vera bara svona rútína, Já, og líka bara, þú veist, en ég held þú sérst annarkort eða, sumikurar eru bara svona Ég bara fastir alltaf ég eða elska bara þannig gauðra sem eru bara alltaf með bara, þeir eru bara með clean cut, bara ógeðslega, ég er bara svona, wow, þú ert fyrirmynd fyrir aðra Grís, því að Steina, hann fyrir alltaf Icon. nei, líka alltaf eitthvað, við erum að fara eitthvað þá er hann svona, heyrðu, ég þarf samt að fara í klipp, þú veist, þá er svona mikið þú veist, það er nóg mikið stress fyrir að fara með krakka í pössun og allt, þá það er hann samt að fara, skilur í klippingu fyrir eitthvað í þessu öllu stressi, ég er svona, ok, það, já ok, ég get byrjuð, en þetta er svona Guðrún er komið deep í þetta, sko samband hún er passionate about this þið Herri, tekið shit, ég þarf alveg að sorry, þeir sem er að horfa og líka bara hlusta, ég er svo já, kvefuð gætleðilegt ég þarf alltaf svona, ég hata að vera með hver þetta er ræðilegt veistu hvað er, af hverju, ég væri miklu frekar til ég að vera með hálsbólgu, já, af því að það er svo sexy
það er miklu meira sexy það er bara svona, á krakka sorry, með smá hálsbólgu já í stæðan fyrir bara, ég með svona maður verður svona nefnmæltur ógeðslega nefnmælt og þetta er bara ég heyri það samt bæði og ekki samt á þér the worst, sko en þú veist, svo mun ég hnerra og þú veist, þetta er alveg ég er í öllum pakkanum, sko þetta er líka bara, já, þetta er leiðilegt, sko herðu, ég ætla að reynda að segja þér ykkur, ég fór í 66 bara fyrradag og ég keypti á Nóru úr nýju kríarlínunni já þetta er svona ég held þetta að vera eitthvað svona ekki þetta sé eitthvað kynjaskipt en þú veist það er til bleiklína sem er svona baby pink og hvítt svona og skiptis og svo er stráka svona blágrænt einhvern veginn var ekki eitthvað gult í þessu ég man ekki alveg hvernig ekki það, já og en ég keypti vesti í alvörunni? Já, á Nóru Ásluðu? Sama vesti? Ég held það, ég átti eftir að segja það var eina sem var ángríns að þetta er að selja svo hrætt það var eina sem var til í hennar stærð ég ætlaði að kaupa peysuna, sko já, mér ætlaði nefnilega ekki peysan var til og ég hugsaði bara nei, ég held að það sé miklu meira cute að hafa hann í einhverjum svona matching-setti og þá sést að setja þessi matching-skiluru út af hún í vesti oh my god, hvað fyndi ég ætlaði með að segja það líka, ég keypti vesti, sko oh my god, þær þurfa að hittast í matching vestum hann áslu miklu já, en þetta er rosalega og þetta var svo sætt og Adam kom heim og bara vá, hvað hún er sætt ég veit þetta var svo krúttlegt og ég keypti það sko alveg þú veist, ég tek alltaf 92 á hana hún sé 15 mánaða en ég tók vestið alveg 104 það? Já, af því að þá var það svona oversized og frekar sítt á hana vel gert samt þannig að ég tók það til þess að hafa það oversized já. Það er svona geggja tips líka að mér finnst það alveg sleppa með svona sérstaklega, þú veist, má alveg vera svolítið sítt, sko, mér finnst það alveg flottara heldur en að vera eitthvað en svo langar mér svo ógeðslega mikið að láta vita að ég keypti buxur líka keypti ekki kríabuxurnar, ég keypti svona mjög praktískar og því ég spurði bara, eigið ekki einhver svona þykkar, mér vantar svo að ég á alltaf eitthvað svona peysur eða léttar úlpur á hana og ég bara svona, mér vantar einhver svona ekki flísbuxur sem endilega festist gett mikið en ég held að þetta sé röndar einhverja flísbuxur en það er eitthvað svona auka framan á og ég þarf að kynna mér þetta betur en ég fekk bara einhver svona svartar straight leg buxur á hana já, og ég þarf að spyrja hana hvað er heita og ég skal segja ykkur það í næsta af því að þetta er sko fullkomið það er bara, ég er búin að nota þær held ég 2 og ég keypti þær fyrir 2 að 3 í þessum daginn já, hún var bara í svona svartum basic nei, hún var bara svona svartum basic það eru bara svona svarta basic og þetta er svona flís inni en það eru svona öðru svo utan á þannig að þú veist, það er ekkert mál að þrífa og það eru svartar já þannig að þetta er bara svona geðveikt praktískt og ég mæli sjúklega með fyrir svona þegar maður er að skjótast með þau út af því það er svona heitt kallt núna já og líka einmitt, það er líka bara það geggja að vera í svörtu finnst mér, sérst minna svona drulla, skilur, það er eina ég elska að hafa börnum mín í hvítu en það er alveg svolítið þú veist, þú verður þó bara að vera tilbúin og þau verður bara skítið leið, sko já, guð en vá, ég verða mælum að kíkja á það já, kíkjum, það er allan fullt og þessi kría er heldur bara limited edition, sko bara út af því ég lendi með því ég ætla að kaupa peysuna og bara búið strax, sko þannig, en geggjað og við erum einmitt í samstarfi við 66, þannig endilega kíkið já, ég mæli með þessu allavega eitthvað vantar að ég var eiginlega í svona maður bobba með þessa buxur, sko, ég var alveg bara hvað hitt var svona ógeðslega cute og kaupa á hana en hitt var svona mjög virkilega þetta er mjög praktísk og góð kaup geggjað, en ég er líka að vera að kíkja þær mér langaði svolítið að byrja á nýja liðnum okkar er það ekki skemmtilegt? Ég er svo ekki spenntur í ég held að það væri mjög gaman að byrja á honum já, byrja á nýja liðnum okkar, ég kannski að segja hvað hann er segja þú frá því ég fekk svona hugmynd, ég var svona að hlusta á podcast það sem að og getur líka bara svona verið ég skal bara segja ykkur hvaða podcast það er óslega gaman að ég elska þegar fólk segir mér frá einhverjum podcastum en þetta heitir The Skinny Confidential His and Hers, þau eru par og þau taka alveg viðtölu bara svona gett mikið af stóru fólki og eitthvað svona saga en hún var með svona stuttan bara eitthvað svona self-care wellness tip eitthvað
þátt sem var bara Já, eitthvað 16 já. mínútur eða eitthvað og hún bara eitthvað að segja frá ráðunum sínum en svo gera þau fullt af viðtölum og eitthvað Já. ekki kíkt á þetta ef vilja en ég hlusta mjög mikið á hana og þau og þetta er mjög skemmtilegt og þá hugsa ég bara svona þátturinn okkar kemur alltaf á mánudum það væri svo gaman að við værum með eitthvað svona mánudags svona eitthvað, Tips. já svona, Þannig að- kannski svona peppin í vikuna líka svona já, bara svona eitthvað svona hvað heitir þetta á íslensku? Þetta getur ekki heitið heilræði Jú, er þetta ekki svolítið svona ekki, jú, þetta er eiginlega bara svona heilræði vikunar. Það hljóma bara mjög eins og við séum að vinna bara, við erum bara út á sögu. Mér langar að kalla þetta mánudagstips. Já, mánudagstips. Þannig að liðurinn heitir mánudagstips for the week. Og það getur við erum mörgulega að fara að segja ykkur bara alls konar bara, ef við lásum góða bók, hlustum við góða podcast, eitthvað svona nicey, juicy stuff. Einmitt, og líka sem lætur manni kannski bara líða vel og eflir mann og vonandi bara svona já, og líka bara svona jákvætt. Já, til dæmis eins og mitt Monday, hvað er þitt? Tips for the week er að mér langa að vera að reyna ég ætla að drekka meira vatni og þá sagði hún einmitt og ég tók þetta frá þenni í þessum wellness þætti sem hún gerði en ég var alveg, þetta er eitthvað sem ég ætla að gera og ég gerði þetta síðustu viku og það var sex up your water það hljómar mjög vel það hljómar ógeðslega vel af því að þú veist, það er hægt að gera svo mikið og það setja, þú veist, minerals sem eru sölt og allt það og það, þú getur sett lime eða gúrkur og hérna appelsínu fyrir sumarið já, sítrónuvatn er náttúrulega bara classic. Þú getur gert það líka volt, það eru gett margir sem gera það já ég involvera líka, þú veist te sem vatn, skilur þannig að stundum hef ég gert það á kvöldin vera eitthvað svona, mér langar ekki að vera að drekka hérna vassúpa, mér bara eitthvað geðað mikið fyrir svefnin og fæ mér svona koffínlaust te það er svo næs, mér langar svo að koma ég átti sko eitthvað rest að ég drekk svo mikið koffínlaust te á meðgöngu já, og ég keypti, ég man ekki þegar fást í svona af því mér finnst ekki næs mér finnst næs að vera með laufin en ekki endilega í svona klemmunni eða það sem það legur, mér finnst það svolítið erfitt þannig að það voru eitthvað svona póka, ég held að það er te og kaffe eitthvað svona, ég man ekki alveg hvað já, þau eru allavega með ógeðslega svona næs póka já, það var alveg eitthvað svona næs allavega sem ég keypti á meðgöngu og ég keypti það sama aftur þannig að mitt Monday tip for the week er sex up your water hvað það er næs það er líka eitthvað svona, einmitt, ótrúlega einfalt og eitthvað sem er bara svo sjúklega gott fyrir mann já, ég setti líka, ég sett alltaf byrja á mótnana að setja sölt, ég notaði Happy Hydrate daginn, það var eitthvað svona nýtt bragð það var ógeðslega gott mér fannst það betra en þetta rauða mér finnst rauða ekkert spes sko. Hvað var þetta? Mér fannst þetta miklu betra já. Pina colada en ég setti það inn og var að lesa á þetta að drekka það eitthvað svona x mörgum mínútum, ég held alveg sé svolítið klukktíma eða eitthvað áður en þú færi kaffið þitt það er geggjað geggjað tips, thank you hvað er þitt? Heyrðu, Monday tip of the week ég er með svona smá svip á þú, samt ekki en það er, ég er að prófa mig áfram ég keypti eplaedik ég keypti frá Olivia það er en ég er svona ég veit ekki af hverju, ég er bara svona þetta er svo típist ég að taka eitthvað svona ég keypti hana frá Olivia einmitt í Netto og það, þú veist, ég ákvað bara að prófa ég er náttúrulega, þú veist þetta á bara auka gott fyrir meltinguna og vastlósandi og allt svoleiðis Ertu þá að taka skot af þessu eða hvernig? Sko, ég set bara skot, ég googla bara hvað áttu að taka er eitthvað 2 matsker, ég ger bara sirka svo set ég bara ískalt vatn og tek sér rör og eiginlega svona þú veist, mér finnst það betra í staðan fyrir að taka skotið já, þá fyrir þetta ekki svona út alla munnin nei, sko, út af því að þetta er smá þess að drekka þingu eða eitthvað finnst mér þetta er ógæðslegt en mér finnst sko, ég er bara búin að prófa nokkra daga því ég bara vaknaði daginn, ég veit ekki hvort það bara svona stress eða, þú veist, eitthvað svona bara illa sofin og eitthvað, mér fannst ég vera svo svona þrútin í framann ég var bara svona, ég ætla bara prófa eitthvað svona, eitthvað annað og þetta er bara, þetta hefur svo fullt af heilsu ávinningum, sko hvaða heilsu? Þetta er bara, einmitt, bara vastlósandi og þetta er gott fyrir meltinguna fyrir, þú veist, út af þetta er eitthvað svona því þetta er náttúrulega bara svona eitthvað svona, ég verði eiginlega ég hefði þetta verið aðeins betur undirbúin í þetta en, þú veist, þetta er bara þetta er mjög gott fyrir mann, sko ég hef heyrt nefnilega ofta
eplaedik sé bara Það er bara eplaedik gerir undur fyrir líkamann, stendur hérna. Það er bara, þegar þú googlar já, þetta er gott fyrir blóðsykurinn, hægðatræðu, hefur næring fyrir hárið og falleg húð, stendur. Þannig þetta er svona, en ég var meira að hugsa, þetta er mjög vasslósandi og líka gott svona í magan, sko. ekki. Þannig, já, þannig ég er að gera það, þið með joina mig í þessu og joina bara alla mótna, já, fyrir eplaedik. kaffi. Já. Þannig, ég veit samt ekki alveg, það er ekki, en mér allan finnst þetta að vera mjög næs, sko. Það er svo gaman og gott að gera næs fyrir sig. Já. Ég er nefnilega með annað svona gett sem við vorum gett næs fyrir mig, en ég veit ekki hvort, ég geimi það kannski. Já, við viljum að vera með bara eitt og eitt. Já, eitt og eitt. Ég hef svo mörg wellness tips að það er bara, já. Ástrós er bara. Stay tuned. Já, þannig, en allavega, það er líka bara svona gott að gera eitthvað fyrir æskilu. Mér finnst alltaf jákvætt að bara svona, já, núna þessa viku, þannig þetta er svona næs. Þannig núna kannski, ég taki þið bara, ef allir er ekki bara með þessa hjútsbrúsa, Ástrósa mitt mætti með bara eitthvað hjúts hérna, þegar vorum að setja í stúdíu og ég bara, þetta er brúsi, sko. Þetta er brúsi. Þetta sýndum myndfall líka Nóru. Já, ég skil ekki hvernig barnið mitt heldur á honum. Þetta er bara alveg jafn stóra Stanley brúsarnir eða með eitthvað svona viðmið. Og by the way, við tala um þessa brúsa, þú veist, þegar þú ert að drekka vatn, ég drekk miklu meira vatn af því á geðveitt næs brúsa. Ég veit það er lykillinn eila. Ef þið eigi ekki næs brúsa, kaupa ykkur næs brúsa, því þetta gerir svo mikið. Það er það sem lætur mig drekka vatn, sko. Já, þú veist, það er þessi blessaði brúsi minn. En já, dóttir mín hélt á hún bara með fullt, þetta er þungt, sko. Og hún er alveg, eitthvað hérna. Og svo er hún bara súpandi úr, ég bara skil ekki hvernig hún er þetta er allir búkurinn hennar þessi brúsi, sko. Þú veist, ef þið viti ekki hvað Stanley er sem ég efast þetta er alveg hjúts, ég hef alveg verið ætti þetta vagnin, en ég er samt alveg sammála, ég á nefnilega Bing-brúsa, mér finnst þeir ósla næs, en ég veit ekki hvað það er. Það er allir eiga svona, þetta er svona glerbrúsar, þeir eru ósla flottir, sko. Ég skal bara sýna þér á, en þú kannski setur inn á Insta. Já, ég get það að hydrate, já. Er þetta brúsan kannski eða eitthvað annað? Nei, brúsan. Þegar þú situr bara inn á Insta okkar. En, It's from Amazon. I will link it for you. Og hann er mega nice. En já, ég var líka að tala um svona wellness og allt. Ég líka reynda, sko, það núna sumar að koma. Þá er alltaf, sko, minnst alltaf eitthvað sumar að koma og svona bjartara. Þá er maður eitthvað svona, nota maður kannski aðeins minna á make-up eða svona fyrir léttari farða og allt svoleiðis. Já. Og líka svona með skincare maður alltaf einu svona kannski, allar ég þannig, maður svona skiptir úr kannski þessu þykka, þú veist, æskilum, maður fer kannski aðeins að breyta í eitthvað svona fresh glow skincare. Já, glow. Og við erum að bli samstarfa við Lauga Spa og við erum oft talað um glow serum með þeirra sem er geggjað. Það er geðveikt. En svo eru við líka með sko fullt af svona dropum og mér finnst það svo geggja því að þú getur bætt í svo auðveldlega inn í rútina. Já, þú getur líka sett þau út í kremin. Já. Mér finnst það svona. Það er eiginlega svona, þannig að þetta er ótrúlega einfalt og eins og C-vitamin, það er eitthvað svona allir húð sérfræðingar og því er alltaf að sjá á TikTok. Já. Það er eiginlega bara númer 1 sem þú átt að bæta inn í rútinaðina, það er C-vitamin. C-vitamin, já. Því að það sko svona bústar upp kollagenið og dregur úr öldrum húðarinnar, andóksunefni, vinnur á dökkum blettum, jafnir húðlitin og dregur úr fínum línum. Þetta er bara svona. Þetta er bara geggja, eins og með dökka blettina, ég fæ svona, þetta er sko genatíst, svona blettir sko og ég er með bara, á vinstri kinninu bara mjög mikið blettum, en C-vitamin hefur virkað mjög vel. Svona dempir það úr að þetta verður sérstaklega ábyrrandi á sumrin sko, af því að sólinn fer í samþótt í nóti sólavörð sko, það er alltaf svona pínu sem fer í gegn hvort þið er. En þetta er mælum með sko. Við mælum með og þetta bara líka næs að geta bara, þetta er mjög auðvelt að bæta í, síðan getur þetta tekið pásu svo aftur, en eins og ég segi, það eru allir bara, eða horfið á eitthvað svona húðlæknar og eitthvað, það eru allir að mæla með C-vitamini. Ég þarf alveg að vera duglegri sko. Já, en við að mæla með því. Herðu, ég ætla líka að segja þér með smekkin sem við fengum
frá fyrstu spórunum. Oh my god. Ertu maður frá hann? Ég Adam allt í hennu kem fram og þá hann að setja batni í þetta og setja þetta hann í kring. Ég veit ekki, ég held að hún sé kannski orðin aðeins of stóra því hún hafði of mikla skoðun á þessu. Já. Skilur. Hún var bara að rífa og bara hvað það að gera? Svo leið og hún hætti því, þá var þetta bara gett sniðut. Oh my god, vá hvað það fyndið. Þannig að... En það nýtt merki hana Bibado. Eða Bibado. Sko, ég veit ekki, mér líður eins og maður segir Bibado. Þetta var svolítið svona spænst hjá þér. Já, en svo þetta brest merki, sko. Þannig, þannig þessina var ég alveg. En þetta sko, þetta geggjaðar smekkir sem styðja við hana sem svo mikið núna Baby-led vín. Já, einmitt, þú veist, maturinn lá bara á, þú veist, hann fór ekki út allt, skilur. Það var geggjaðar. Það svo geggjað, sko. Því að þessi matur, ég bara, oh my lord, sko. Það bara... Mér finnst það bara mjög næs ef maður getur einhvern veginn sko minka þessi þrif sko. Ok, eru þið sammála by the way að það verst að þrífa upp egg? Já. Mér finnst eggin alltaf the worst, sérstaklega að þau eru soðin og þú veist rauðan að þrífa rauðu finnst mér bara, ég skil þetta ekki. Ég var á 4 ég bara, hvernig gerir fólk þetta? Hún fær aldrei soðið egg aftur. Ég bara, fyrir en að hún bara... Þetta bara, mér finnst líka svona tíafræ. Ég hef gert eitthvað svona tíagraut. Þessi tíafræ eru bara svona, þau límast við allt, sko. Já, ok, var það tíagrautur? Já, ég setti eitthvað svona tíagraut og eitthvað. Og ég bara, þú veist, og það var oft sé á TikTok, fólk bara að rækta með þessu, þú veist, setja tíafræ á eitthvað svona, þau ekki segja eitthvað grænt. Þú veist, þetta þannig, þau bara líma sig við eitthvað þegar þau eru búin að þorna, sko. Já. Þannig, já, en allavega við mælum að kíkja á það. Þetta ótrúlega svona flott vara, sko. En mér langaði svo mikið út af því að við erum bara svona að spjalla í dag og eitthvað. Sko, og því ég eitthvað svona smá svona í svona make-up era. Þú veist, ég svona búin að uppgöta svo mikið að nýjum snirtuverum. Mjög random og mér langaði bara svo mikið að spyrja þig bara, þú veist, hvað svona þitt eða þú veist, ef þú ætti bara að nefna bara þína svona upp á snirtuver at the moment. Getur þú deilt með okkur? Já, ég allan elska að heyra hvað aðrir að nota. Já, sko það eru 2 sem ég svona bara svona, það ein sem ég var að uppgöta, sem ég bara amazed og það örugglega, ég hef talað það held ég í, eða 2, ég var að segja 2. Já. Sem ég var að uppgöta sem bara svona amazing og svona komið það mikið óvart og það var því fór í Sephora. Já. Og ég er búin að vera að nota þetta stannarslega síðan og það sólapúri stóra þarna frá Charlotte Tilbury og ég tók það í litum tann þú veist það eru sumir sem eitthvað svona ég veit ekki alveg með þú veist ég bara þú verður að taka þannan lit það er svo geðað pigmenta og það er bara ég verð bara tönuð skilur þetta er rosalegt þetta geggja ég nefnilega á ekki tann held ég á ljósa litin sástu ekki eitthvað voru myndið jú þú varst með ljósa litin en finnst þér það samt já mér finnst það ég held bara mér finnst það geðveikt ég elska hann allt frá Charlotte en bara ég veit ekki, þetta púður eitthvað svona silki að blandast sjúklega vel. Já, ég vissi ekki ég þyrfti það svona mikið inn í líf mitt, sko. Nei. Það kom mér mjög óvart. Það er líka bara sjúklega vel, sko. En svo það líka Huda Beauty setting, eða svona listpúður. Já, mér langt svo að prófa. Huda Beauty, ég kaupi ekkert frá Huda Beauty. Nei, það smá off-merki, ég veit ekki eftir. Já, ég bara svona, það er ekkert eitthvað svona... Mér sjálfut, það er svona meira, já. Ég bara eitthvað, en þetta púður, Jesus Christ, ég bara, þetta er líka svona sem allir eru bara alltaf að tala. Það held ég að tekið litin cupcake. Ég er svona bleiktóna þá eða? Nei, ég er eitthvað gulltóna eða eitthvað. Já, ég man ekki alveg hvað litur það var. Ég held að það hefði verið cupcake, en allavega bara hvað ég mæli með, bara þetta er bara eins og svona photoshopping, bara og make-up, það krísar ekki svona. Nei. Ég þoli það ekki. Og mér fannst þetta svona aðeins gera meira heldur en að það eru ókslega margir sem hafa notað að Charlotte Tilbury þarna setting powderi. Já. Mér fannst þetta eiginlega betra, sko. Það? Já, af því að ég sá miklu meira svona heldur en mér var Charlotte bara gett næs og fínt, en mér varst þetta bara svona Ok, ég verði bara, ég nota alltaf Charlotte, sko. Kaupi þetta aftur og aftur, sko. Ætli að senda til Íslands, ég verði eiginlega að tjekka á því, sko. Já, það er ykkur sem er með þetta. Já. Jú, ég held að var ekki alltaf Selfridges var alltaf með jú með það er geggjað en þú, hvað er uppáhalds núna þetta moment? Sko, ég fór nefnilega og keypti mér nokkrar snyrtivörur og ég var að endur uppgöta Mark & Bane sprayið
brungu. Já, Ég nefnilega, út að ég nota alltaf Bandai, annað Liquid Gold, Já. elska það og þetta er eiginlega sama koncept. Já. Maður þarf ekki að vera í sturtu og ég elska það. Markin bein þotnar samt svolítið vel. Já, Ég fíla það. og líka svona einfalt að spreyja bara. Þannig ég er svolítið, sko, ég er samt bara, þú veist, búin að eiga þetta í 3 daga eitthvað, en ég var svona bara, hvað Varstu ég að nota það bara á líkamann? Já. Já. Í andliti líka? Já, andliti líka, sko. Já. Mér finnst að gefa svona eitthvað glow. En síðan fórum við náttúrulega í myndatökuna Já. og hittum Heiði og Ingunni sem eiga Reykjavík make-up Já, skúr, oh my og þær voru god. að gefa út nýja kynnaliti frá Chilling June og ég bara, þeir eru bara geggjar, þetta er svona púður, þeir eru ótrúlega pigmentaðir, en ég er bara svona, þeir eru ógeðslega næs því að þeir endast alveg mjög lengi. Ég var alveg meist, sko, við fengum að prófa þá upp í skóla hjá þeim og þeir voru bara geggjar. Allavega, þú veist, bara, ok, þeir eru litir, en þeir eru allir jafn pigmentaðir. Ég hef ekki átt svona pigmented kynleit á ævi minni, sko. Þeir eru bara sturlaðir. Það passa sig, sko. Já, skilur, þeir eru, og svona viltu, þú vilt setja, þetta er sama ég er að segja með Charlotte púðri, skilur, solpúðri, bara svona þú setur bustan í og ég veit bara það kemur það mikið að ég er að fara að nota lítið af vörunni og þá er hún að fara að endast ekki að lengi. Þetta er svona varar bara, þú ert aldrei eftir að klára þetta, sko. Ekkert af þessu bæðu og ég samstarf. Nei, við erum bara að spjalla, sko. Ég var bara forvitir, sko, út af því ég bara elska að heyra hvað aðrir að nota. Þetta er svo gaman. Já, þannig ég bara, sko, það er eitthvað svona nýtt sem ég er búin að vera að prófa á eitthvað, þannig, en svo alltaf bara same old finnst mér Charlotte púðurinn og alltaf, en bara mjög mikill, sko, útidúr. Já. En mér langaði svo mikið því að vinkonum megin spurði mig, sko, digital myndaðalina þína, heldur það sé ekki margir að pæli því? Þú veist, hvar fékkst hana? Hvar fekk ég hana? Ég fekk hana í fermingagjöf. Ég sagði myndi við hana. hún var meist og það hefði bara geimt hana allir sá, sko. Nei, ég geimi náttúrulega ekki neitt, sko. Nei. Ég er náttúrulega bara blessed að hafa, ég bjó alveg frá 16 ára aldrei, ég er náttúrulega bjóru sem ekki erlendis og bla bla bla, en alltaf hjá ömmu minni. Og amma, og veist, ömmur eru bara, þær geima allt og reyndar mamma mín líka, ég er að gefa henni það, mamma er alveg svona C-store stuff, hún er með svo skart, veist, mamma mín býr á Sikiley og hún er með í skartskrepa sínu, hvað skart sem ég átti því ég var bara baby, sko, jú, þannig að hún er alveg I'll give it to her, og ég átti sko 2 vélar, eina sem ég keypti setna meir, veist, ég var 15 ára eða eitthvað, og hinn sem ég fekk í fermingagjöf, þannig að það var alveg svona eitthvað, já, það er eitthvað þannig tímabil, en ég held að sé hægt að kaupa þetta á Amazon. Ég held það, sko. Það er fást á Amazon og við getum jafnvel bara linka það, af því það er alveg ógeðslega, ég fæ mjög mikið af spurningum út í vélina mína, sko. Nei, bara út af það voru alveg nokkri sem var að spyrja mig og it's amazing. Já, en þá var svo fyndið að vinkonum mér sagði líka bara, ég alveg, mér langar svo í svona myndar, hún eitthvað, ég á svona heima, ég fekk í fermingagjöf, ég á bara halló, ég veit að það er nefnilega í partí, ég vil ekki að segja við fólk bara tjekki í skápan ykkar hvort þið eigi eitthvað svona gamalt af því að þetta er amazing hvað þetta er skemmtilega myndar. Þú ert kannski bara með gull heima þér, sko, þannig eða fara einmitt til foreldrarinn og tjekka. Mér er svo ógeðslega fyndið að ég valdi með rauða, þú veist, digital myndavélin mín er bara eldrauð. Það er samt alveg svona cute, sko. Já, en það voru alltaf, þær voru bara bleikar og rauðar og... Já, þær voru bara svona. En ég, sko, fyndið að þú segir að mamma geima allt. Foreldrar mín er nefnilega, sko, þú veist, þau henda öllu. Nei, en þau eru bara svona, þau eru ekki með geimslu. Það er ekkert vera, þú veist, þau geimalega, en þau eru bara, sko, bara þegar ég flutta heima, þá liggur þau bara, heyrðu, og hérna eru kassana sem þú átt bara allt gamla drastli sem ég gerði, skilur. Og þau eru að láta þig fá. Já, ég var alveg, mamma, hún geymir þetta eitthvað, en ég er alltaf að djóki henni, hvað er styttan sem ég bjó hérna til? Mamma alveg, ekkert verið eitthvað, spyr hann hættu þessu, bara já, ég er að rugla henni því ég veit að hún er búin að hendi þessu. Já, og svo gerði ég eitthvað geggjaðan, sko, svona eldhúspappírs, sko, mér fannst það geggjað, þú veist, saga í smíði og var svona kisa, veistu hvað hún gemdi þetta? Hvar? Fyrir klósupapirinn á litla klóstinu uppi, bak við hurðina, bara enginn er að fara að sjá þetta og mamma alveg, ég með hana sem hún gerðir í smíði, ég alveg, já, baka hurðina undir klósupapír, þú veist, ég var bara ég er að segja mjög miklu gríni, sko, því að henni finnst þetta, hún er alltaf bara Guðrún hættu þessu, ég bara finnst það svo fyndið, þú veist, pældi hvað þú gerður örugglega mikið sem barn, hvar er alltaf þetta dót, sko? Auðvitað hendur þessu já, ég veit það ég á sko einhvað
eitthvað þú veist, einmitt, þess að ég segi að geymt allt, það til einhver svona það sem að ég var að teikna skuggan minn í 3. bekk, bara mynd bara í myndlist og ég bara, amma, hvað er þetta? Men þú gerir þetta, ég bara af hverju er þetta til? Ok, kannski er það líka, þú varst náttúrulega svona enga Ég er svo mikið engabarn já, það er ég 3. barn, það er bara Já, náttúrulega sko við erum 4 systkinin en öll hjá pappa, skilur Já. Þannig að svo er ég bara alin upp á mömmu minni og ömmu og það er bara, ég er ógeðslega mikið engabarn, sko Mér finnst það svo ógeðslega fyndið og ég er að djóka með mamma mín og pappi voru ekki út með þau en svo fólk taki ekki þannig en ég veit ekki, það samt ekki en þetta er meira svona ég er 3. barn, sko þannig, skilur, þannig ég er yngsta barn, sko Þannig að þú fær svona special treatment líka Nei, sko, ég veit ekki, nei, eiginlega ekki, sko. Það er náttúrulega bara 11 mánuðir á milli mín og bróður mín, sko. En það skiptir ekki máli, yngsta barni er bara sorry. Og þú veist, ég er eina stelpan, en það er samt, sko, mér finnst mamma alltaf vera bara, þú veist, hún er meira miklu svona, ég veit ekki, hún segir miklu meira um mig heldur en strákana, sko. Já, en svo er þetta svona komplexar, skilur, þegar þú ert með bæði, skilur, eins og ég er miðjubarn. Já. Hjá pappa mínum, skilur, sem er bara eitthvað alltaf öskrandi á athygli, skilur, því að miðjubörn fá enga athygli, bara hvar eru miðjubörnin sko, því að þetta er rosalegt middle child syndrome sem að ég get verið með, en svo er ég með ótrúlega mikið engabarns einkenni í mig líka. En mér finnst það svo fyndið að mér finnst þetta oft svo áhugavert, ég spyr oft fólk bara, hvar ertu í systkinaröðinni? Því mér finnst það áhugavert, sko. Svona eins og stjörnumerki. Já, þetta er svolítið þannig, sko. Nú með hvað ert þú í röðinni? Ef þú pælir samt því, þeir sem eru elstir, þú veist, ég á vinkonu sem er sko elst og bara yngri systkini, hún er miklu svona, hún er mjög svona róleg og ábyrgð og svo er ég vinkonu sem er sko, þau eru 6 systkinin og hún er í miðjunni, hún er alveg svona með miðju. En þú veist, já, miðjubarns syndrom. Hún er alltaf bara, mamma, pabbi mun ekkert, eða skilur. Nei, en svo líka sko, yngsta systir mín, ég er alltaf bara, þú veist, það er bara the treatment she gets. Ég er alltaf bara svona, hún greið. Já, alltaf bara, veistu þetta, já. Og maður er svona, oh my god, þetta var bara eitthvað áfram gakk við mig, sko. Já, þetta er alveg með svona öðruvísi, sko. En mjög fyndið líka, það er svo mikið bil á milli, þú veist, ég og bróðurinn minn erum eldri, skilur, þú veist, 5 ára á milli okkar og hann 89 og ég er 94 og svo koma systur mína sem eru bara 04 Já, einmitt 07 ætla ég að segja, skilur. Það var ekki skrítið fyrir þau allt í einu bara eignast lítið systkini og þetta Nei, er vá, ég alltaf fekk stelpu, skilur, þú veist, litla systir mín sem fættist Erla fyrst, hún var bara svo lítið dúkka, sko. Já. Ég var bara frík út, ég var 10 ára bara, fannst þetta geðveikt. Það var sætt. Þannig að það var bara gaman. Já, það er líka bara, mér er bara svo gaman að pæla þessu, sko, því að ég bara En já, middle child og yngst, þetta er bara svona syndur, þetta er bara alveg eins og þú sagðir, bara að spyrja, bara hvað ertu? Líka, en það er ógeðslega áhugavert að eins og marga vinkonur mínar eru yngstu, það er ógeðslega fyndið. Já, þess að þú veist, en mér finnst bara mamma, mér finnst hún alltaf tala sko elsta bróður minn, hann var the perfect child, sko. Hann gæti verið í hvítu, það heldist ekkert á hann og veist, skilur minnst alltaf og vinkonum við svona elsta barn, mamma hennar segir líka alltaf, þú veist, þú varst bara eins og engill, það heyrist ekki í þér. En hvað ætla hann segi hvernig treatment þú færð? Sko, ég veit ekki hvað bræði mér segja. Þeir eru, ég held bara, sko, þeim finnst ég oft bara eitthvað svona, ég veit það ekki. Ég held samt, sko, ég og bróður minn erum svona Irish twins, eða, þú veist, það er stutt á milloka, að við öðlumst upp eins og týpur, sko. Já. Þannig, en við vorum bara, ég var fyrsta skipti einu í herbyggju, sko, þegar ég var 13 ára, sko. Ég var alltaf deildi öllu. Þurfti að deila öllu sem ég fekk, sko. En það er samt það er ógeðslega gott, þannig ég með gett svona Þú kannt að deila, ég kann ekki að deila. Jú. Nei, ég bara þarna kemur engabarn syndromi bara I can't share. Adam er alltaf bara, hann er bara, oh my god, þú ert svo mikið engabarn og bara svona, já, þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað, ég skilða og líka bara þú veist, ímyndar að vera, þú veist, ég get ekki ímyndar mér að vera bara einn og þess vegna er fyrir mig, ég ólst upp bara, ég var með einhverjum í herbergi bara frá því, þannig að ég var 13, þannig að ég femdist, skilur. Þannig að ég ímyndar bara, þurfa að deila öllu, þurfa bara að vera alltaf bara, þú veist, ef við fengum eitthvað, fengum við alveg eins. Þú veist, það var eitthvað þurftu að skipta milli, skilur, bara alveg, þannig að þetta er svona, það er ógeðslega fyndið, en svo náttúrulega bara, þú veist,
það er samt rosa gott sko, en það var líka oft bara mér fyndi að vera svona þú veist, alast upp svona ótrúlega bara svona, svo þau fluttum í sundur og ég finn það oft núna, ég er oft bara svona það er óslega fyndið að þeir og líka eldri bróðir minn, en hann er svo óslega mikið svona partur, fattar þú veist, við vorum alltaf saman, skilur. Partur af þér. Já. Svona stór hluti, sko. Þannig, já, þannig. Herðu, ég ætla að segja þér samt eitt smá útúr. Ég fór í Netto á Grandanum um daginn. Já, ég hef aldrei farið þar. Nei, þetta er heldur aðeins svona minni en hinnar, en þetta er frásögu færandi vegna þess að ég fór að kaupa eitthvað svona á botnadögum og var eitthvað græja, nema það að ég er í eitthvað grænmetisdeildinni og fer í avokadóin og ég var í áfalli af því að það voru bara öll avokadóin og það gerist aldrei að þau voru bara öll bara fullkomin hvað segir maður? Perfect, svona þroskuð. Já, bara, nei þetta, ég var í sjokki. Þetta gerist svo sjaldan að maður finni, þú ert alltaf að þreifa eftir, ég veit að ok, þetta, og þú finnur kannski mögulega 2-3 sem þú svona, ok, ég get ekki þessi. Þau voru bara öll perfect og ég ætla ekki svona, allavega, þessari búð, ég fór þarna einu sinni allavega og það var bara perfect avocado. Þannig að ef þið eigið leið hjá Netto og Grandan, check it out hvort það sé ekki þau voru það mörg, skilur ég neita að trúa að það hafi verið eitthvað svona tilviljun. Nei, líka það er svo næs að finna ég sem meitt, þú veist, tricks gerir þú það? Já, teka af. Já, sjá hvað sérðu. Já, það er lífshags, eftir að ég læriði það þá bara no bad og við erum svona að tala að taka af hvað heitir þetta? Það er svona lítill punktur og það er svona vexur glá eða eitthvað ætli avokado vaxi á hvernig vex avokado? Á trjám? Nei, jú, avokadótré. Avokadótré? Nei, eða bara á eitthvað svona plöntu en þetta er skilur fattið þetta er alltaf eitthvað rót. Já, þetta er svona eins og appelsína þannig að harðigægin skilur já, appelsínutré, avokadótré. Já, pottið avokadótré. Ég ætla að fá að googla þetta. En veit ég hvað, já, en einmitt, það er næs. En það er náttúrulega, sko, já, bara næs að fara og náttúrulega nota... Avocado, þegar ég googla, where does avocado grow? Þá kemur, avocados probably grow in heaven, but thankfully they grow on earth too. Avocado trees thrive in humid, eitthvað bla bla bla. Þannig að það er tré. Þannig þið getur I was right. In heaven and on trees. Já. Og ég var ekki að gegja og líka ég elska bara hvað Netto leggur áherslu á lífrænar vörur og eins og anglamark vörunar sem við erum búin að tala oft í fyrri seri er náttúrulega bara ég keypti mér bleiur frá þeim. Ég fór þannig inn til að kaupa bleiurnar þegar ég rakst á sig heavenly avocados. Jésús, líka bara ámaður einhvern tíma nóg að bleiðum. Ég bara, það voru barnadagar. Steina var bara svona, akkur þetta kaupa svona mikið að bleiðum. Ég var bara, þú skilur ekki, þetta fer á 0-1 sko. Út af þá var sko, já, það er alltaf ekki að gerast. Mér langar svo einhvern tíman að fá einhverja mömmu sem kemur, sem að því ég er svo genuinely interested og við getum kannski sett eitthvað spurningabóks eða eitthvað, ég veit það ekki, eða bara senda okkur DM sem er í taubli. Já, ég væri ógeðslega mikið til í það. Bara svona, bara hvað? Ég held að sé ekki fyrir mig, skilur. Ég held að sé hendi mér ekki. En mér finnst það þetta er mjög áhugavert. Geðveikt áhugavert. Já, og bara svona að velja sér það og vera bara að finnast það gett bara svona, já, bara ekkert mál. Mér finnst það bara, ég finnst það svakalegt. En já, það væri spurning. Við erum alltaf sko, þessi þáttur svona spjall og eitthvað. En við erum svona búin að stilla upp svona smá seríu 2. En það er náttúrulega alltaf gaman að heyra hvað þið viljið sjá og svona, þú veist, það er bara gaman að heyra. En við erum sko með lænað upp geggja viðmælendur, sem óska viðmælendur sem við það er sumir sem við erum eftir að heyra. Já, en það er margt sem við erum bara, ok, við erum að fá þetta. Þannig við erum sko spennt. Þetta verður geggið, sería. Ég er svo spennt og líka bara, ertu ekki komin bara í góðan feeling, bara sól og það er sem ég segja, bara veðrið er bara að breytast, maður er bara svona, komast í góðan gýr, sko. En hvað er uppáhalds ástíðin þín? Haust, og mitt líka. Ég á afmæli á haustin. Er það? Já, Ástrós, ok, nú ætla ég að spyrja, hvenær er ég afmæli? Ég get ekki sagt töluna hvernig átt afmæli. En veistu ekki hvað mánuði? Já.
Veistu hvað ég er að hugsa? Hvað? Út af því að ég er að hugsa Stjörnumerkið. Já. Það ég á afmæli í september. Ég var að segja, það er september. Það er bara september. Ég á afmæli í byrjun september. Þannig... Ættu... Nei. 8. Ég var að segja það. Já, sko. Það er ekki eins og ég hef verið eitthvað way off. Nei. En bara tölur don't come at me. Hvenær var ég afmæli? Þú fótt afmæli á Hrekkjavöku. Já. 2009. 8. Ég var að segja við Guðrún daginn að það er svo fáralegt því ég átti afmælið því að barn, þá var aldrei Halloween á afmælinu mínu. Ég átti bara afmæli í október, bara Halloween var ekki til og við erum bara búin að þróa með okkur þetta holiday. Já. Og ég einmitt svona enga athyglis típa, ég myndi svo glata að vera að segja einhver hátíð. Þetta er svo fólk sem nú er ég bara eitthvað svona Halloween er sama helgi og ég á afmæli. Það örugglega ógeðslega steikt að eiga afmæli á eitthvað svona dögum. Og ég þoli ekki þema. Ég hata ekki, ég þoli ekki það fólk er með svona, nei, ég er ekki svona partí þema. Ég er kannski bara með einhvern kjól sem ég langar að vera í einhverju afmæli, en nei, það þarf að vera þema. Ég elska þema afmæli. I live for it. Ég er ekki þema kona, sko. Það var náttúrulega þema í afmælinu mínu. Það er samt svona... Það er svo cute. Það voru allir bara mjög cute. Það býður upp á margt. Og ég var einu sem með black and white þema. Það voru allir hvítu og svörtu. Já, það er annoying. Það ertu komið svona lita. Það er samt svo gaman. Ég veit, fólki finnst þetta ógeðslega skemmtilegt. Ég er ógeðslega leiðileg. Þú verður að vera með einhvað þema. Það er svo gaman að vera með einhvað svona smá. Ég var reyndar með svona, mér fannst ekki skemmtilegt tilhugsunin að vera með svona kasínó þema. Já, eða kasínó. Gatsby. Jú. Og ég með einhverja fjæðir á hausnum og nei. Það verður líka ekki ekki, oh my god. Nei. Kasínó. Já, mér fannst það fyrir skemmtilegt. Það er meira svona, það er svona black tie dæmi, svona eitthvað, svona við verðum með Casino Royale, eitthvað. Ammælit, ég er sko mesta ammælist típa. Já, ég líka, ég elska ammæli, sko. Elska ammæli. Ég á alltaf ammæli í viku, þannig ég sko byrja alltaf þegar 8. hvers mánar, þá hugsa ég, það er svona margir mánuð. En gaman samt, ertu að tengjur þá ekki við töluna 8, því ég er 28. Þú ert 8. Jú, ég elska töluna 8. Mér 8 er sko happatala mín, þannig alltaf, ég horfa á 8 sem bara svona, já, mín líka samt, it's my number. Sko, en svo er ég líka svona, ég veit ekki okkur 4, það er svona, ég elska 4, en það er náttúrulega, þú veist, 4+4 er 8, ég er rosa mikið svona, 4+4 er 8. Já, you guys. En já, það er, ég er spennt fyrir... En ég ætla að segja, mér finnst svo fyndi hvernig Ísland þróaði með sér bara heila bara nýtt svona holiday. Hátíð. En það er líka samt, sko, ég hugsa eins og með dóttur mín á afmæli 14. febrúar sem valentínusdagurinn. Það var eins og bara whatever. Já, nú er það mjög. Og ég hugsa ekki að hún er orðin svona úlingur. Hún verður valentínusar. Já, mjög hæpað. Þannig ég hugsa bara, því ég þekki eina sem á líka afmæli 14. og bjóð í Bandaríkjunum og henni fannst það alltaf bara þegar það var bara, þú veist, þeir eru svo ýkti kananir. Já, og það var bara Valentine og hún bara ammæli, eða skilu, þú veist, þetta er svona... No, it's my birthday. Já, þannig, en já, það var skemmtilegt. Ég, sko, er svo spennt fyrir sumrinu. Ég er spennt fyrir að fara líka inn í þessa seríu. Ég held að verða svona gett feel good seríu. Þetta verður mjög mikið feel good. Sérstaklega líka með nýja liðinum okkur mánudagstips. Já, kannski, ég bara... Wellness tips, já. Ég er ógeðslega til í svona... Ég er bara svo til í þetta sumar, sko. Já. Ég er svona ekki með eitthvað brölslega mikið planað. Nei, ég er bara svona eitthvað svona, en ég samt heyri bara svona álíka, bara svona vinkona mínum í kring, það er allir í sama væpinu, bara svona hittast, sitja úti, fá okkur eitt drikk í sólinni kannski og bara rölda og heit, fara með krakkana eitthvað í eitthvað út á land kannski. Bara svona njóta svona líglað energy. Já, mér finnst það samt ekki eftir, ég veit ég alltaf, það er svo ég alltaf að tala um COVID, en það meira eftir, þú veist, það finnst mér fólk meira oft vera að njóta meira, bara heyrðu, förum við þarna, við erum bara að njóta in the moment, þú veist, og eru meira bara svona, förum að fáum okkur eitt bjór í sólinni og svona, aðeins meira chill. Já, aðeins meira chill, sko. Ég er
I like that, sko. Mér langaði svo að tala um eitt við þig. Eitt Hva? svona alvarlegt. Alvarlegt? Nei, ég er alltaf á TikTok, eins og þú veist. Og ég sá, mér svo finnið þættinu með hana Drew Barrymore. Ég elska hana. I love her. Hún er svo intense. Hún er svo intense og ég elska samt, skilur. En líka pældu í því að vera eitthvað sem blessuð stjörnumerkjum sem eru bara Nennar eru ekki að snerta mig. Nennar eru ekki að snerta mig. Nennar eru ekki að vera in my personal space. Nei, líka hún er sko bara, hún er onni fólk, sko. Já, ég er sko elska, hún hefur svo mikið passion og ég er alltaf að sjá okkar klippur sem er ógeðslega fyndi og hún er svo, ég elska hana sem er leikona og allt, sko. En það var einmitt í hérna þætti henni því að hún er, þetta er svona fyrir ykkur sem veit ekkert hvað við tala um, þá er þetta Drew Barrymore leikonan með talkshow og hún er ofta að fá bara alls konar gesti og bara, þú veist, þekkt fólk og er ofta að fá líka fólk sem er að kynna alls konar. Já. Og við sáum okkar elsku bestu gutt voru í þáttunum. Ég var bara, þetta er gutt, ég sendi þetta strax og við vorum bara, oh my god. Ég bara, en líka svo fyndi. Gutt var í Drew Barrymore. Íslenskt, og það er svo fyndi að Eiður með teknikurinn okkar, hann kom hérna, þú veist, í stúdíóið og hann var einmitt bara, þú veist, bara, er þetta íslenskt merki og er þetta allt sigurlaust og hann var bara íslenskt. Mér er svo geðveikt að sjá einmitt bara eitthvað Drew Barrymore með eitthvað íslenska vöru í hendinni og bara, maður verður alltaf svo stoltur. Maður verður bara, já, eins og þetta tengist manni sjálfum eitthvað geðmikið. Já, þetta er svo fyndið. Íslendingar, við erum svo ógeðslega fyndin. Af því við erum svo lítil þjóð, þá er þetta ógeðslega gaman og hún var bara, oh my god, it's amazing. Hún var með súkkulaði, hún var að smakka það. Það er svo gott, sko. Líka nýja hvíta Jesús. Það og jarðaber eða hindber. Það er bara svona eins og hjónaband. Geðveikt að frysta. Setja fristi. Oh my god. Býtu, varst þú Adam ekki, varst þú að segja mig, þið voru búið til eitthvað hotlustu eitthvað? Nei. Eitthvað eins og Snickers, varst það ekki þú? Jú, svona döðlu gott. Jú. Einmitt, það er kannski snitt að prófa það. Breyta, setja súkkulaðið. En já, og svo ætlum við náttúrulega að vera með alla forseta frambjóðana. Í næstu sinni. Nei, please segðu öllum að við erum ekki að fara að gera neitt. Mér er svo að fyndi að við myndum byrja nýja seríu og við erum bara með það er bara hver einasti þáttur nýr. Mér fannst reynda geggjað ógeðslega skemmtilegt hvernig Teboði gerði þetta. Já, þær eru náttúrulega með þetta, sko. Þær eru svo mikið með þetta. Þær fengu alla, þú veist, í svona einn þátt og ég held að allir hefði verið bara svona í smástund í einu, skilur, ekki alla en þú veist. Skemmtilegt, bara, líka bara sjátt á Teboði, ég hlusta mikið á Teboði, ég dýrka hlusta hvað er að gerast á milli Kim og Taylor og ég er all for that, Hvað finnst þér um það? Sko, ertu team Kim eða ertu team Taylor? Sko, ég er náttúrulega elska Kim mína, ég hef gert mjög lengi, en ég er smá svona mér finnst hún, smá mean girl. Ég ætla bara að segja að ég er team Taylor. Já, ég er team Taylor. Líka bara það sem gerðist af því hvað sem kann ég gerði við hana. Já, mér finnst þetta skilur. Ég gleymi því aldrei og greiði Beyoncé eins og fáviti bara eitthvað, eitthvað ég ætla að leyfa henni að koma hérna aftur af því að hennar moment var tekið af henni, skilur, af freaking Mr. West. En mér finnst líka svo flott samt að Beyoncé skilu og þær eru, ég held að þær eru að fara að gefa út lag saman, sko. Bara, ég veit að þær eru svo mikið að hinta, en mér finnst svo pirrandi ekki að einhverju kallar koma og þeir ætla eitthvað svona, þú veist, maður er bara svona sestu fokkin niður. Eins og, þú veist, þetta er svona líka smá, ég elska Jay-Z, en líka ekki að hann var bara þessi unga fallega kona hérna á Grammys sem hefur aldrei unnið eitthvað svona artist of the year eða eitthvað og maður svona, ok, hún þarf þig ekki til að koma upp á svið og skilur mig. Hann var svona geta svona kvarta, hún var ekki búin að vinna eitthvað ákveðum velun, en hún er samt búin að vinna mest af öllum, sko. Ég fattar þetta, er svona, eins og hún getur ekki bara að tala fyrir sig sjálf, sko. Ég þolið ekki, sko. Þetta er svona, en ég dýrka það samt, sko, en samt allt, ég veit nákvæmlega hvað það tala svona, ég skal sko gera þér greiða eitthvað, en Taylor, ég ætla ekki að ljúga, ég er pínu svona, svona, ég hef alltaf haft svona pínu, ekki my cup of tea, af því að hún er ekki beint svona söngkona sem, hún er ekki svona söngkona sem dansar líka, þú veist, hefur ekki séð klippuna henni sem hún er eitthvað, þannig að það er svona kannski ekki alveg my kind of popstar, en ég er algjör countrygirl og ég elska stundum lögin hennar, er stundum alveg næs og hún á nokkra
góða ánefnilega og líka ég kann svo mikið inn á að milli. meta bara hana sem sko artista Já, mér finnst hún ógeðslega flott. og svo bara eins og við höfum talað bara hún bara svo geggjuð en ég fíla sko, þú veist, ég ekki sko þú veist, ég fíla hann alltaf meira og meira, fattar Já, ég fíla já, meira já, svona já. efni sem hann að gefa út núna sérstaklega líka þegar hún var alltaf í hana á skjánum skiluru já, í NFL og allt Já, þetta oh sko. my God, Mér fannst ég þetta hlusta á allt svo, hana, já. þess vegna fór maður að fíla meira sko. Að því maður bara eitthvað svona, maður stendur með henni bara sem kona, skilur, maður bara, já. En hvað, og þú segir oft, þú ert svona country gal Country sem gal. ógeðslega fyndið ég bara spyrir ykkur, hefði ekki haldið að Ástrós væri bara svona R&B svona, eitthvað svona Ég er það samt líka. Já, þú ert það eitthvað líka, en ég er samt ekki, það er ekki maður svona Nei. sko bara ég brenni fyrir country ef ég ætla að fara eitthvað á tónleika nei, bara ef ég ætla að fara á tónleika þá langar mér bara á tónleika með gæja sem heitir Zach Bryan sem engin veit hver kannski á Íslandi Nei, hver er það? Ég ætla að googla hann Zach Bryan he's amazing, ég elska hann Ok, hvaða lag er bara nýja platan hans, fara að lusta á hana og sko það svo fyndið við country tónlist textin er svo ógeðslega deep Nei, ok Brian, ekki Ryan Brian en hann textarnir er alltaf svo deep þú veist, hefur ekki hlustað á countrylög og þetta er bara Já En það er kannski líka það sem she ég took fíla my heart alltaf, þú veist, bara I'm eitthvað in a bar Já. veistu hvað, ég ætlaði bara að segja with a spoon og svo var ég bara herðu, ég er komin í Sverri Bergmann hérna En ég sko elskar reyndana Chris Stapleton eins og allir Hann er awesome. Hann og lagið Tennessee Whiskey Það er eitthvað, ég sko er alveg svona country típa og öll fjölskyldum er alveg svona, við erum alveg smá svona country sko, en ég er ekki með stundu sko Amerikanir, þeir fara svona maður svona, þau geta stundu verið ómikli kannar ég var svona aðeins og væmi og það er bara, þú veist, ég hef stundu bara maður séð eitthvað bara, einmitt á TikTok hefur ekki séð oft svona hvað heit það, Montana Boys eða eitthvað hefur séð á TikTok já, ég hef enda að sé eitthvað beti þetta er oft svona, þetta er smá svona cringe en, sorry, hvað erum við að tala mikið um TikTok, er það samt ekki bara orðið norm í dag að tala um TikTok? TikTok er bara nýja Google, sko Já, eiginlega við vorum að reyna að því að mástu þegar við ætlum að fara í svona para útlandaferð og við fórum ekki Já, inni þannig að já, það er svona enda að við fórum ekki en við erum að para að fara núna í maí og þá voru ég að reyna að sjá vorum eitthvað að diskutera hvert ætlum fara og Adam er svona eina borghuga og ég ætla ekki að segja hana fyrir við erum bara ekki fara þangað því að you never know, við erum mjög unpredictable en þá fórum við bara á TikTok og vorum að skoða bara eitthvað 10 things to do in this city skilur, þú veist, 10 things, þú veist og bara eitthvað svona, og skoða bara eitthvað svona hotels, restaurants inn, þetta er bara ángríns ég fer eiginlega ekki að Google lengur sko, ég fer bara á TikTok ég er sammála, ég gerði líka Googla þar, eða skilji Já, ég líka þegar við fórum til London í vetur, þú veist, allt þetta jóladót, skilur þú veist, við vorum bara, ég var að skoða allt bara á bara what to do in London at Christmas time, eitthvað bara, þú veist, maður fær svo mikið af hugmyndum, sko og líka, þú veist, í Dublin og eitthvað, en það var þetta mjög lítið hægt að gera, en það er líka bara mjög chillað, sko. Já, hvernig fannst þið Dublin? Mér fannst það mega næs, en það er náttúrulega Þetta er stiðsta flugið frá Íslandi, vissum við það, eða þú veist, svona Já, bara 2 tímar ef þú ætlar ekki að fara til Færeyja, skilja Já getum við farið til Færeyja og hvað var stuð Nei, þetta er alveg sverð til Akureyrar, sko Ég væri svo til að fara, það væri svona svo gaman Hvað heldur að sé svona gaman með Færeyja? Það er eitthvað svona eins og þjóðutíð eitthvað, ekki það ég er minnsta þjóðutíð Ég fara það bara til Vestmannaeyja Nei, ég bara Ég held þú sért ekki að fara að sjá neitt mun Nei Ég er ekki not to trash Færeyjar, skilur en þú veist, ég er bara svona ég held þú myndir ekkert fá eitthvað svona ég er í útlöndum, hvað þetta er næs Ég væri meira til að fara bara eitthvað Nei, einmitt, maður færi ekki þarna og væri að búast í París eða eitthvað, skilur Nei, en þú myndir þetta borga mér til að kaupa mér miða til Færeyja, sko Er það ný séri af LXS í Færeyja? Það var ekki ekki, sko Gætum alveg segir hér, sko En alltaf Dublin er samt ókslega næs og þið getur farið að splitta genu og eitthvað Þannig að Já, þú talar það útskýra það fyrir mér, það er mjög fyndið Það er mjög fyndið, sko En erum við ekki bara svolítið svona
Erum við ekki bara góðar? Jú, Þetta er bara svona- þetta átt að vera bara svona létt spjall, við erum mættar aftur þáttur. Og líka sko, út af við erum líka alveg smá stressaði því við erum ennþá að læra inn á allt þetta nýja tæknidót og myndaðala svona. Já. Þannig þetta er líka svona, við erum spennt að sjá hvernig þetta kemur allt út. Þannig að bear with us, það verða að koma inn svona blóm og eitthvað meira nice heitt í næsta þætti. Og svona, og við erum eftir að setja, við ætlum að gera ógeðslega huggulegt hérna. Setja eitthvað svona skenk eða eitthvað. Kaffivél, hafa og lampa, þannig getum við litið róm og væp hérna. En allavega við erum ótrúlega spenntar og bara, við erum svo ánægður að koma aftur. Ég ekki tjóka, ég var í spennufalli í vikunni. Ég veit að þetta væri bara loksins allt bara svona bara komið, settled. Þannig þetta er bara geggjað. Þetta er geðveikt. Herðu, hérna... Og líka bara takk fyrir all skilabóður, ótrúlega margir að senda bara ekki fara lengi og hlakkast til, þannig að það er ógeðslega gaman að heyra. Það er svo gaman að heyra feedback. Og bara sérstaklega það er svona jákvætt. En við erum komnar aftur. Oh my god. Og bara, og líka eitt kannski. Við ætlum að vera með hjút skjafarleik. Við erum ekki alveg að ákveða hvenær við ætlum að setja henni upp. Bara stay tuned on the gram. Við munum posta hann á Instagramið okkar og hann er sko með bara, þú veist, það er eitthvað frá öllum samstagsælum okkar, þannig að þetta verður geðveikt næs. Þetta verður sko trilltu gjafleikur, þannig endilega bara fylgist með því það mun ekki fara fram hjá ykkur ef þið eru að fylgja okkur þar, þannig. En annars bara sjáumst við í næstu viku. Oh my god, fyrstu þátturinn. Skall fyrir okkur. Okay, bye.